Það er Samsung Mobile á Íslandi sem færir þér spursmál. Veldu frelsi með Samsung. Okay. Komið sæl og velkomin í spursmál á þessum fallega föstudegi þegar snjórinn er farin að minna okkur á að jólin nálgast. Hingað í setti til mín á eftir kemur Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, loftslags- og orkumálaráðherra. Við ætlum að ræða þau mál sem eru efst á baugi og tengjast hans ráðuneyti. En það er margt sem hefur gengið á í íslensku samfélagi þessa vikuna. Við höfum haft fókusinn dálítið á Keflavíkurflugvelli þar sem flugumferðarstjórar hafa stöðvað starfsemina 2 morgna í röð með miklum afleiðingum bæði fyrir þúsundir farþega en ekki síst flugfélögin 2, Play og Icelandair. Það verður fróðlegt að sjá hvernig tekst til við að landa þessari launadeilu. Flugumferðarstjórar hafna því að krafan sem þeir hafi gert sé 25% launahækkun, en því miður fær almenningur í raun engar upplýsingar það í hverju deilan felst. Flugumferðarstjórar eru ein af hálaunastéttum samfélagsins með meðallaun upp á 1,5 milljón á mánuði. Við vitum það að ef að gengið verður að mjög óhóflegum kröfum hjá flugumferðarstjórum þá mun það hafa geigvænleg áhrif á vinnumarkaðinn í heild. Við sáum það einfaldlega á samtali við Sólveigu Önnu Jónsdóttur hér á þessu vettvangi í liðinni viku að staðan er mjög viðkvæm þessar mundir og ef að hálaunastéttir munu fá 20% launahækkanir þá mun eflingarfólk, VR-fólk og fleiri eðlilega gera kröfur svipaðar hækkanir sem að munu hleypa launaskriðinu af stað og verðbólgunni leið. En það eru fleiri mál sem við höfum verið að fylgjast með og þau hafa svona verið að þróast. Eitt af því tengist ótrúlegri uppákomu í Auschwitz í Póllandi þegar lögreglukonur fóru á kostnað ríkisins á ráðstefnu hatursglæpi. Að kvöldi eins ráðstefnudagsins ákváðu nokkrar þeirra að leigja karlkyns fatafellu til þess að mæta í partí hjá hópnum og verður að segjast eins og að þar var mjög alvarlegan dómgreindarskort að ræða. Þetta mál er auðvitað ekki síst athyglisvert í ljósi kynjanna sem að í hlut eiga. Ég er alveg sannfærður það að þetta mál væri í enn meira hámæli og enn harðar hefði verið tekið á því ef að lögreglumennirnir hefðu verið karlkyns og fatafellan kvenkyns. Kannski taka með því að einhverju leyti léttar þegar karlar fækka fötum heldur konur, en ég svo sem er ekki maður til að dæmi það með bindið hér hálsinn reirt. En það eru fleiri mál sem að halda áfram halda dampi í umræðunni. Í liðinni viku áttum við mjög gott samtal hér við öfluga einstaklinga niðurstöður PISA-könnunarinnar. Björn Brynjólfur Björnsson sem er hagfræðingur að mennt, hann kom hér í settið og hann vil meina að kennaraforystan beri mikla ábyrgð á því hvernig komið fyrir okkur í þessum efnum. Vill hann meina að það að leggja af samræmduprófin árið 2009 sé eina megin orsökum þess hversu illa komið fyrir íslensku nemendum þegar kemur að lesskilningi og þekkingu í náttúrufræði og stærðfræði. En við gátum ekki beðið lengi eftir því að fá viðbrögð frá kennaraforystunni þessi mál. Formaður Kennarasambandsins, hann fullyrðir að þetta hafi ekkert með þessi mál að gera og hann telur að upptaka samræmdra prófa að nýju falli ekki að því kerfi sem við búum við í dag. Það er greinilegt að forysta Kennarasambandsins telur ekkert að kerfinu og telur að sá vandi sem við höfum greinilega ratað í tengist því ekki á nokkurn hátt. Það er dálítið óþægilegt að sjá að pólitíkin í landinu virðist ekki ætla að halda þessari umræðu lengi á lofti. Fókusinn er komin annað inn í þinginu en það er vonandi að fjölmiðlar og þeir sem að bera hag barnanna í landinu fyrir brjósti muni þrátt fyrir allt halda þessum málum á lofti og tryggja að gripið verði til aðgerða til þess að bæta stöðu ungmenna á Íslandi. Í Morgunblaðinu þessari viku var fjallað áhugavert mál sem kom upp í þinginu. Það varðar fyrirspurn þingmanns til heilbrigðisráðherra og snýr að liðskipta aðgerðum sem nú eru framkvæmdar ekki aðeins innan Landspítalans heldur líka á einkasjúkrahúsum út í bæ. Í mars síðastliðnum undirrituðu Sjúkratryggingar fyrir hönd ráðherra samning við einkafyrirtæki til að stytta biðlista sem eru ógnarlangir þessar mundir. Það er að segja hjá fólki sem bíður eftir aðgerðum á hné og mjöðm. Þetta er fólk sem í mörgum tilvikum getur ekki sinnt störfum og liggur því heima hálf ósjálfbjarga þar til að það fær bót meina sinna. Þegar samningurinn var undirritaður í mars þá voru 2000 manns á biðlistanum og nú 8 mánuðum síðar. Hvað ætli séu margir á biðlistanum þá? Það eru ennþá 2000 manns.
Og þegar maður ræðir við fólkin í kerfinu sem hefur komið að þessum aðgerðum, þá kemur í ljós að heilbrigðisráðuneytið og sjúkratryggingar virðast lítið gera til þess að tryggja rétt og gott flæði fólks inn til einkaheilbrigðisstofnananna þannig að það geti skorið niður þessa löngu biðlista. Það er stórundarlegt að í landi þar sem að gnægð fjármagns virðist vera til staðar í kerfinu og einkaheilbrigðisstofnanirnar geta framkvæmt aðgerðirnar fyrir mun lægra verð heldur en hið opinbera að menn skuli ekki geta eytt þessum biðlistum. Það væri óskandi að menn tækja á sig rögg áður en árið er liðið og kæmu þessum málum í samt og betra horf. Að einni jákvæðri frétt svona rétt í lokin, þá er orkuútflutningur að hefjast frá Íslandi. Orkuskiptin taka á sig ýmsar myndir. Norðmenn hafa selt okkur olíu í áratugi og hafa hagnast á því gríðarlega, reyndar ekki bara á viðskiptum okkur Íslendinga. Norski olíusjóðurinn er núna metinn á 16.000 milljarða norskra króna eða 210.000 milljarða íslenska króna. Ef okkur tekst að keyra orkuskiptin í gegn og kannski kemur það betur í ljós hér í viðtalinu við Guðlaug Þór Þórðarson á eftir, þá munum við hætta að kaupa olíu á Norðmönnum en þeir þessi stað farnir að kaupa af okkur kolla. Þar er góð orka, koffein, sem ég veit að Norðmönnunum veitir ekkert af. Eftir nokkrar sekúndur verða hér í settinu hjá mér Dóri DNA og Ásthildur Sturludóttir og við ætlum að fara yfir fréttir vikunnar, meðal annars það sem ég hef imprað á hér í þessu stutta spjalli. Herragarðurinn klæðir þig vel. Nóa Comfort. Gott að gefa, himneskt að þiggja. Jólagjafa hugmyndir veiðifólksins og vinsælu netgjafabréfin í stærstu veiðibúð landsins. Opið núna. Veiðihornið.is. Lífið snýst auðvitað fólkið sem er í því. Bara fyrst og fremst að vera til, anda og bara gefa af sér til samfélagsins. Ísland er paradís á ótrúlega marga mælikvarða þótt að megi auðvitað bæta fullt. Við berum öll ábyrgð á því að enginn líði skort. Það sem við höfum milli handana hefur auðvitað áhrif á það hvernig við drögum fram lífið. Og stærsta kjarabótin fyrir mitt heimili núna væri vaxtalækkun. Lækkunum bara 1% stig. Það væri strax hellingur. Við erum öll í sama liði. Við erum samtaka aukna hagsæld. Komið sæl aftur að skjánum, áhorfendur góðir. Ég komið með í setti til mín frábæra gesti úr ólíkum áttum, Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri og Dóra DNA, bara úr miðborg Reykjavíkur held ég. Er það ekki svona þetta bil? Já, ég er hérna á flugvallarsvæðinu í Skerjafirði. Já, þú bara ert eins miðsvæðis og hugsa getur. Ég er í svona 40 metra færi við hérna svokölluðu neyðarbraut. Þið viljið staðsetja mig alveg fast, sko. Sem við þurfum töluvert mikið á að halda. Já, það þarf að geyma veghefla og svo eru bílastæðavald í Reykjavíkurborg, það verður náttúrulega að koma bílum þarna líka. Risastórt bílastæði. Já. Ásthildur, þú komst með flugi, er það ekki í bæinn? Nei, það er ófært. Ég ók í gærkvöldi og rifjaði gamla takta að keyra eftir stikum á Holtavörðuheiðinni. Þú var svo blind? Já, það var mjög blind. Okay. Þannig ég lagði mikið á mig til að koma, en ég var í Reykjavík í gærmorgun, flög í hádeginu, átti að fljúga með fyrsta flugi, en var ekki hægt út af verkfalli og kom síðan aftur í gærkvöldi. Þú flögst norður til þess eins að keyra aftur til bæinn? Já. Ég átti erindi, þurfti að sinna embættiserindum. Ok. Ég var eiginlega hræddastur að þú myndir ekki koma út af vinnudeilu flugumferðarstjóra og Isavia og það er kannski svona það mál úr fréttum vikuna sem mér langar til að byrja á að ræða við ykkur. Hvernig svona horfir þetta við ykkur sem neytendum á þessu markaði? Já, sko, ég náttúrulega er búin að verða fyrir því að þurfa að fresta ferðum og fundum og ýmsu og þannig að þetta fer svolítið illa í mann þegar maður þarf að nýta sér þjónustuna. Ég skil alveg að menn fari að rífast kaup og kjör en það er spurning tímasetningar og kröfur og kröfugerð. Það er nú kannski svona það helsta sem maður er hugsið yfir. Finnst þér tímasetningin ekki góð? Er þetta ekki bara klassískt að reyna að
að skemma eins mikið og hægt í aðdraganda hátíðarinnar og þegar fólk mikið á ferðinni. Þetta náttúrulega bara hópur manna sem eru aktívistar að eyðileggja jólin fyrir hópi fólks og vilja fá peninga gegn því að gera það ekki, sko. Þetta gíslataka bara? Sko, verkföll fara eiginlega aldrei í taugarnar á mig þannig séð þegar sko, þú hefur verið í Frakklandi, það virðist vera annað hver dagur þar sem lestarstarfsmenn fara í verkfall og maður ekki staðar fastur að reyna að fá leigubíl að komast í gegnum borgina og allt það, en mér finnst þess að flugumferðarstjórar séu búin að fara svona 4 sinnum í verkfall í ár eða hóta því eða eitthvað og mér finnst þess að sé samið alltaf bara til svona 30 daga í einu eða eitthvað og þeir eru alltaf komnir aftur og launin eru alltaf sorry þannig að manni bregður aðeins þegar maður heyri hvað meðallaunin eru, maður bara svona þetta hellinga peningum og svo bara eru þeir ógeðslega sympatískir einhvern veginn, það er svo gaurar í geðugu formir maður sér alveg þeir allir í crossfit-bólum innan undir einhvern veginn og svona sætir strákar einhvern veginn með 1,6 á mánuði og þetta örugglega rétt hjá þeim og ég örugglega rangur og leiðilegur núna en bara svona þaðan sem ég sit ég bara eitthvað, má þetta bara? Samsamar þig ekki þessum mönnum? Mér langar að vera svona þeir, en það nú kannski rót vandans og það kannski hundurinn grafin að ég ekki eins og þeir og þar leiðandi vil ég ekki að þeim gangi vel. En ég ætla bara að segja að það eru aðalega konur flugumferðarstjórar á Akureyri. Þannig að bara svo og þær eru örugglega mjög góðar í crossfit líka. Nei, þær eru ekki crossfit en þær eru hins vegar í mjög góðu formi og trössi sem verða þær að stýra umferðinni. En sko, ég man bara eftir úr barnæsku minni, það voru þetta helstu vinnudeilunar, það voru þegar flugumferðarstjórar fóru í verkfall og mér finnst þetta svona einhvern veginn flugumferðarstjórar fara mjög oft í verkfall og allir þessi ekki búin að fara 7 sinnum á síðustu 9 árum, eitthvað svoleiðis. Þetta svolítið eins og skrúf fyrir heita vatni. Já, þetta svolítið þannig, þetta það og að því að við erum líka að stýra umferðinni yfir hafið, þannig sem kannski það stæðsta, sko. Og gera það svo rétt fyrir jól. Já, þetta fyrir jólin, sko. Þeir eru nú reyndar ekki að stöðva, þeir gæta sín á því þessari deilu að aðgerðina beinast bara að íslensku flugfélögunum. Já. Maður velti fyrir hvort að það tengist í einmitt að áður fyrir voru það Kanadamenn sem vildu seilast inn á flugumferðarstjórnarsvæði Íslendinga. Danirnir hafa nú bara á þessu ári kallað eftir að þeir fái stjórnunarsvæðið yfir Grænlandi sem er víðfeðmt. Endar þetta ekki bara með því að við þurfum að gefa eftir þessa þjónustu til erlendra ríkja þar sem kannski meiri stöðuleiki ríkir í þessu? Ég þekki það ekki hvort að það sé meiri stöðuleiki endilega þar. Er það möguleiki? Já. Það hægt að stýra þess ekki flugumferð bara frá Mumbai ef að menn... Gervigreind gerir þetta bara, ég alveg tala. Já, ég ekki alveg... Eitthvað sem fer ekki á taugum og fer í vont skap fyrir jólin. Nei, ég ekki alveg til í það. En sko, það er náttúrulega hægt að nýta tæknina með margvíslegum hætti og líklega væri hægt að gera þetta einhvers staðar annars staðar. En ég held að við viljum nú hafa þetta hérna samt sem áður hjá okkur. En ég segi bara eins og í öðrum vinnudeilum. Menn þurfa bara að ná samkomulagi og á einhverju skynsamlegum nótum. Og það það sem þess aðilar málsins hér í Isavia og flugumferðarstjórar verða að gera, að ná samkomulagi. Annars líklega ekkert annað í stöðunni en að það verði sett lögbann á verkfallið. Ef þetta fyrir eitthvað að dragast að langinn. Hvað myndir þetta þessi langu tími sem þeir hafa? Ég myndi nú telja að það yrði að klára þetta allavega fyrir mestu jólatrafíkina í næstu viku. Þeir hafa helgina. Nú ert þú atvinnurekandi sem bæjarstjóri, þú ert með mörg hundruð manns í vinnu. Já, mörg þúsund manns. Með mörg 100.000 manns. Kannski ekki alveg. Hversu, þið standið frammi fyrir samningum líka, þegar samningum almennu vinnumarkaði sleppir og annað. Það hlýtur að hafa áhrif á ykkar samningsstöðu hvernig samið í deilum af þessu tagi. Að sjálfsögðu hefur það. Af því þetta hefur náttúrulega bara margfaldis áhrif á aðra hópa sem að fara í kjaraviðræður. Þannig að ef það verið að semja eitthvað annað við hóp flugumferðarstjóra heldur en hefur verið gert við aðra hópa, þá að sjálfsögðu fer það út í næstu kjarasamninga.
Ég var með Sólveig Jónsdóttur í mjög áhugaverðu viðtali hér í síðustu viku. Mér er yfirleitt ekki boðið svona alvarlega spjallþætti, þannig að ég er aðeins svona eftir ykkur en já, einmitt, Sólveig kom. Gefðu þér bara tíma sem Við skulum alveg vera að spjalla. Og þetta startaði vel hingað til. Dóri, þú hefur alltaf verið atvinnurekandi sjálfur, þú hefur verið í veitingabransanum og þar nú aldeilis herpingur og menn eru mikið að velta fyrir sér kjaramálunum á þeim vettvangi. Hvernig horfir eiginlega veturinn framundan og bara staðan á þeim markaði? Það er alltaf farið til fjandans og ég er nú... Þú ert ekki að grínast með það? Ég er ekkert að grínast með það og ég fann það bara í þann stutta tíma sem ég tók þátt í rekstri staðar sem er núna horfinn í gleymskona dá að þú þarft að gera svo ofboðslega lítil mistök í veitingarekstri og þú ert mörg ár að laga það í rekstrinum og þegar þú dettur í að komast í ykkur skuld þá er ekkert viðskiptamódel til sem getur borgað niður þá skuld í þessu umhverfi nema bara hanga þarna sjálfur allan sólarhringinn og þú verður þreyttur á endanum og auðvitað eru veitingamenn og veitingastæðar á Íslandi sem að gera allt rétt og allt virkar en hjá allt og mörgum stöðum er þetta brekka sem þið komast ekki upp og það er enginn sem kemur til móts við þá, það er ekki verið að tala um að hjálpa þeim á nokkurn hátt, þau sekkur bara dýpra og dýpra, það er ekki eins og hlustað á þá í kjaraviðræðum, þeir fá ekki fulltrúa við borðið, þeir fá ekki neitt, þeir eru bara sjálfir að gera sína eigin ályktanir og senda þér, það er enginn að kommentera á það nema aðri veitingamenn, þetta er svona, við látum eins og þetta sé ekki til hérna og meðan við látum eins og þetta sé ekki til og horfum svona framhjá þessu, þá erum við bara að krukka í matarmenningu þjóðarinnar og við erum bara að afhenda matamenninguna fast food hlutunum, þú veist, vondumatur fyrir minni pening sem reynda kostar hellingapeningum á Íslandi en þetta virðist vera eina viðskiptamódel sem gengur upp hérna. En mér langar aðeins til þess að spyrja þig ef ég má, Stefán, sko, miðað við lýsingarnar, það hljómar þetta svolítið þannig eins og að það eina sem gengur upp þá í atvinnulífinu séu stærri einingar en litli kallinn og frumkvöðullinn að sú hugsun bara virki ekki. Þetta þurfa að vera þessi stóra reiningar til þess að reksturinn virki. Þarna ertu komin í bara hérna heimspekilegu mótsögn bara, hvað, sagði Nietzsche, er ekki hægt að búa til góða mat í stóru eldhúsi, skilur, þú getur ekki búið til góða máltíð fyrir 100 manns í einu og prófaðu bara að fara erlendis það sem þú sér litla staði og sem Íslendingur sem eru í veitingabransunum, fyrst þess að ég hugsa alltaf hvernig fenguðu leyfi? Hvað sagði heilbrigðiseftirlitið við þessu? Eitthvað svona, að það er líka þessi grunnhugmynd að veitingamenn á Íslandi sé að reyna að eitra fyrir Íslendingum og það þurfa að passa þá og þetta er bara að bitna á því hvað við borðum, hvernig við lítum á mat, samband okkar við mat, veskin okkar og þetta er við horfum ekki á þetta sem hluta menningunni en þetta er að fara og þetta er ekki að verða betra, þetta er ekki að verða blómlegra eins og í útlöndum einhvern veginn, þetta er þveröfugt. Það er ástæði fyrir afsakið hvað opna margir hamborgarastæðir með íþrótta memorabilia frá Bandaríkjunum á veggjunum. Það er ástæða fyrir því að þú bara opnar þetta og þú veist að það bara er x hópur sem kemur og þú þarft ekki að fá taugaáfall með hann. En hvað er þetta leyfisveitingarnar og launakostnaðurinn sem er að íþyngja stöðunum? Launakostnaðurinn sérstaklega. Svo er náttúrulega bara leiga rosalega há í Reykjavík. Leigusamningar erlendis í veitingabransanum eru oft mjög flóknir samningar sko, það sem þú ert kannski að borga þrepa leigu þangað út komin í upp einhverja x veltu og þá fer að borga fulla leigu, það er eins og að það sé horft til lengra til framtíðar þarna og fólk vilja hafa stöndugan veitingastað í húsinu yfir mörg ár á meðan svona Já, það er svolítið íslenska leiðin að þessu, hvað náum miklum peningum út núna og þetta, auðvitað verður það að fara að gerast í Reykjavík sem er kannski hægt og bítandi að gerast á einhverjum stöðum í Kópavogi og einhverjum stöðum í Hafnarfirði en það verður að fara að koma eitthvað annað hverfi þar sem fólk borgar minni leigu, getur boðið upp á betri mat, það verður spennandi fyrir fólk að fara þarna og þetta er bara nauðsynlegt núna að við förum að brjótast út miðborginni. Þetta er rétt, ég var nú í Kaupmannahöfn fyrir vikunni Kaupbíinn, einmitt. Það eru menn að byggja upp í gömlum sláturhúsum, alveg spennandi og skemmtilega veitingahús. Refsaliauðin sem bara voru verksmiðjur, það er paradís núna og þetta eru staðir, sérstaklega Refsaliauðin, þetta er 20 mínútur frá miðborginni sko. Er ekki nóg að lausu veitingarými fyrir þig á jarðhæðunum þarna hjá neyðarflugbrautinni í Vatnsmýrinni? Sko,
þarna ertu náttúrulega þarna þurfa yfirvöld að horfa í gegnum fingur sér með leyfisveitingar og þá ertu komin í skipulagsmálin og hvað má vera já, og en auðvitað eru ekkert nema tækifæri Reykjavík og í þessu líka og manni finnst bara svolítið eins og að það séu allir að kvarta núna allstaðar í þjóðfélaginu. Þú líka. Og ég líka. Heyrðu, en ég ætla að færa að tala að öðru svona umkvörtunarmáli sem ég ætla reyndar að taka síðan fyrir í svona með öðrum vinklum hér með Guðlaugi Þórðarson eftir. Við bara vöknum við upp við það allt í einu núna Íslendingar að við erum ekki vissum það bara hvort að það kvikni ljós þegar við ítum á rofana að mótni. Það stefnir orkuskort 3. veturinn í röð á Íslandi. Hvernig getur svona laga gerst í landi sem að býr við gnægð auðlinda eins og á Íslandi? Að fólk hugsi ekki til framtíðar og það sé ekki tilbúni til þess að sjá hið augljósa og hvað að gerast og vera með stefnumótun til framtíðar sem virkar og það náttúrulega algjörlega óþolandi að það sé ekki búið að fara í virkjanir eða leita eftir heitu vatni til þess að framleiða raforku, ekki bara til húshitunar, heldur líka til framleiðslu raforku. Það búið að vera ákveðið bara hlé í jarðhitaleit í langan tíma. Ég myndi segja að stjórnvöld, bæði ríki og svo aftur sveitarfélög, og aðalega ríki þó, beri ábyrgð á því að það sé ekki verið að vinna að þessu og auðvitað fyrirtækin sem eru í raforkuframleiðslu líka. Af því að við erum nú bæði búin að búa vestur á fjörðum og á Patreksfirði. Það sem heitt vatn, en Orkubú Vestfjarða fyrst núna að fara í einhverja aktífa leit að heitu vatni þarna. Að bora eftir því. Að bora eftir og þetta skiptir svo miklu máli fyrir lífskjör fólks. Húshitunarkostnaður alveg gríðarlegur og ríkið tekur þátt í að greiða hann niður með niðurgreiðslu húshitunar eins og gert í dag á þessum köldu svæðum. En það að við séum að lenda í orkuskorti náttúrulega algjörlega óþolandi fyrir utan það að til dæmis á Akureyri þá það þannig og í Eyjafirðinum gnægð raforku þessa mundir. En það vantar tenginguna og hringtenginguna suður vegna þess að það hefur ekki náð samkomulag lagningu Blöndulínu 3. Og þetta líka það að við getum ekki náð samkomulagi lagningu innviða í landinu, hvort sem það eru raflínur eða veglagning, að við lendum alltaf í einhverju öngstræti. Það alveg sama hvað það hvort það veglagning Gufudalssveit, vestur á fjörðum, Hófaskarðsleið fyrir norðan, lagningu á raforkulínum, hvort sem það frá Kröflu eða Blöndu, að það sé ekki hægt að koma raforkuna á þá staði þar sem hana vantar. Af því að við erum svo fanatísk í hugsun. Þetta náttúrulega algjörlega óþolandi og stefnumótun stjórnvalda því miður hefur ekki verið nógu skýr og við höfum alls ekki náð þessari pólitísku samstöðu. Mér sýnist nú núna að Vinstri grænir sé að lenda algjörlega út í horni með við síðustu fréttir að sjá það að Samfylkingin sé tilbúin til þess að fara í frekari raforkuframleiðslu. Já, Þóra Sveinbjarnardóttir, hún segir nú að Jóhann Páll hjá Samfylkingu hafi ekki verið að tala stefnu Samfylkingu? Nei, það áhugavert. En við erum með raforkukosti sem hægt að fara í. Og við getum ekki verið einhvern veginn þannig að hugsa það að það þurfi ekkert að virka hérna til framtíðar. Okkur að fjölga gríðarlega hratt. Við erum að huga orkuskiptum. Við þurfum að búa við hagvöxt. Við ætlum að halda áfram að búa í þessu ríka samfélagi sem við búum við og búa þessi lífskjör sem við búum við. Og það óþolandi að það sé ekki hægt að halda áfram í að byggja upp raforkuinnviði. Ég sé, Dóra, þú ert algjörlega ósammála. Ertu rafbíl? Já. Djöfist draslega það maður. Nei, eru ekki ekki. En maður finnur það samt strax að þessar rafhleðstöðvar virka ekki eins veturinn og ég veit ekki hvort að þessi orka sem við séum að nota núna sé einhver leyti að það eru svo margir komnir á rafbíla, þannig að við séum svona búin að stíga svona 1/10 skrefið í einhverjum orkuskiptum. Það er mikið eftir þar. Ég meina, göturnar eru fullar af dísel og eldsbúandi bensínbílum. Já. En ég held bara allavega, þú veist, að það hægt að sækja heitt vatn og orku úr jörðinni með
kannski töluvert minna dramatískum hætti en oft gert og ég svona hlakka til að sjá lausnir á því sviði. Þú veist, það hafa bændur upp í Mosfellsdal verið að grafa eftir heitu vatni og þeir eru farnir að skaffa bænum vatn, sko, og það heitt vatn víða hérna sérstaklega og meina, horfið bara á Reykjanes, ég getur eftir ímyndið ykkur hvað í gangi þar handa okkur, sko. Og ég held að bara, þú veist, auðvitað þurfum við að virka meira en mér finnst það eins og vera svo íslenskt, sko, annarkot þurfum að virkja allt og gjörsamlega rústa öllu og hafa rafmagn hérna handa öllum eða það verður ekki neitt gert og það við verðum bara hérna að fara að kveikja elda aftur, einhvern veginn, mér finnst það alltaf vera fast í þessu. Og ég meina, það nú bara þannig að mjög víða erum við með varaafl sem þarf ansi ofta að keyra á díselolíu og það ekki bara vestur á fjörðum. Sko. Já, fyrir utan bræðsluna. Já, fyrir utan bræðsluna á Austfjörðum. Það þarf alveg, það hefur alveg þurft, það reyndar ekki núna, en áður en að við fengum raforkuna frá Kröflu, þá fyrir nokkrum árum síðan, þá voru díselrafstöðvar alveg klárar á kantinum fyrir Akureyri. Já. Á hvernig rafbíl ertu? Polestar. Já, góð bíl. Frábær bíl. Já. Mér langar til að færa okkur Takk fyrir þetta. aðeins út fyrir landsteinana og að kannski aðeins dramatískara máli. Það var þar lögreglukonurnar og saksóknarana sem að pöntu sér fatafellu í Auschwitz af öllum stöðum. Dóri, Ég ætla að leyfa þetta. hvernig þá? Sko, ég hef bara verið í smábæum í Þýskalandi og það rosa lítið við að vera þarna og kynlífsbyltingin þarna, hún svona var aðeins öðruvísi, það aðeins léttari og bara ég hef ekki ennþá séð fórnarlambið í þessu máli og Það ekki enn leiðinlegt en búið að ná tala fatafellunni? Nei, einmitt, sko, og bara, ég veit ekki, ég held bara að þetta mál sé að fara að við séum eðilega jólin fyrir ykkur fólki bara til að geta hlegið í 2 mínútur, sko. Þetta ekki efni í uppstand fyrir góða menn? Ég ekki að sjá þetta, sko, þú veist, að því þetta eiginlega þegar svona, sko, þetta offyndið, þetta ekki ríkum maður dettur í hálku, þetta einhvern veginn svona Auschwitz líka sem gerir þetta rosa menningarlega flókið. Ásmundur, þú ert embættismaður eins og þetta ágæta fólk sem horft út. Þetta hlýtur að reyna dálítið á þolrifin hjá lögreglustjórunum. Já, ég myndi ekki vilja vera í hennar sporum og ég myndi heldur ekki vilja vera í sporum starfsmannana sem ég ætla að vera öndverið með. Mér finnst þetta við hefðum fordæmt þetta rækilega hefði þetta verið karlmenn. Og mér finnst þetta að bera vott mikinn dómgreindarskort að gera þetta. Sko, hefur þessi konur sjá stripp? Það miklu skemmtilegra hjá þeim en hjá köllum. Þú veist, kallmenn þagna allir og verða svona. En konur, það meira, þetta ekki af alvarlegt. En finnst okkur ekki bara dálítið fyndið af því það einhvern veginn, þú veist, þetta strákur og konur eitthvað. En það ekki einmitt? En getum við ekki, ekki ólíklegra að þessi kallmaður sé fórnarlamb mansals heldur en það væri kona? Mögulega. Þetta ekki bara einhver massaður hann sem elskar að hrista til hann á sér framan í konu sem borgar hann fyrir það? Og þú veist... Góður í crossfit. Geggjaður crossfit náungjali með axlir alltaf allt í gangi. Mér finnst þetta bara, við þurfum einhvern veginn að gæta okkur að því að vera samkvæm sjálf okkur. Þegar kemur á svona málum. Mér finnst þetta bara einhvern veginn og þú veist... Dóri gerir enga kröfu. Nei, mér finnst að taka alla bolta bara eins og þeir eru. Sko. Ég væri ekki mjög hress ef að mínir starfsmenn myndi gera þetta. Nei. Ég bara... Íþróttakennarinn minn í menntaskólanum í Reykjavík sagði alltaf við okkur áður en við fórum á böll, verið sjálfum ykkur og heimilum ykkar og skóla til sóma í kvöld og það stoltið svona sama sem mér finnst að fólk þurfi svona aðeins að hugsa. Það nú verið að þau voru á ráðstefnu hatursglæpi. Þið hjá Akureyrarbæ hafa nú aldrei lent í svona stormi út af því, út af tilteknum kennara sem lent í málaferlum manna. Lögreglan hefur verið að hundelta fólk út af vondum skoðunum. Já, kannski í einhverjum tilfellum. Þannig að þið hafið reynslu af... Við höfum reynslu. Kannski ekki af fatafellum en svona þessum hatursglæpa heimi. Já, við höfum það. Já.
Mér langar líka nú að styttast í jólin en það virðist vera nóg af fréttaefni út allt. Ég verð að spyrja fólk sem hingað kemur hver verður frétt næstu viku. Við stundum heyrum við einhvern veginn upptaktin af því sem er framundan í öðrum tilvikum ekki. Hafið þið tilfinningu fyrir því hver að verða svona, segjum bara stóru fréttirnar fram að jólum? Ég veit það. Það verður eldgos í næstu viku. Já. Reykjanesi, þessi gos á Reykjanesi, þau hafa öll verið eins. Við erum trommuð upp, Þorvaldur Þykki trommar upp þjóðina alveg og segir okkur eitthvað sem fara að gjósa og það fara allir upp á tærnar, svo gerist það ekki, svo leiðum við erum fann að líta upp bakinn og slaka á, þá kemur það og það kemur næstu. Það verður jólagos. Jólagos. Já. Ég að segja að ég ber ekki minna traust til þinnar spáru og það af reynslu. Þannig að ég kalla það aftur í sett. Já, ef þetta kemur. Þá skulum við klippið út ef þetta kemur. Þá skiptum við bara Þorvald út og fáum... Dóri Þykki kemur og fer að fæða fólkið. Ástildur, hver verður frétt næstu viku? Mér finnst þetta náttúrulega bara frábær spá. Ég er svo mikil embættismaður og ég ætlaði náttúrulega að segja að það er sett lögbann á flugumferðarstjóra að vera svona mjög fyrirsjáanlega í þessu. Svo kannski geti líka verið eitthvað partí einhvern tímann, eitthvað skemmtilegt í næstu viku. En já, mér finnst þetta gósmál vera dálítið góð hugmynd. Ja, landrisið heldur áfram og landrisið heldur áfram, já. Það er allt að gerast. Já, en svona rétt fyrir jólin þá er einhvern veginn ekkert mikið að gerast. Það er smá gúrka sko, ekki nema að það gerist eitthvað mikið í þinginu næstu... Það gerist ef ekki gerst neitt í þessu þingi bara sinni í hrunin sko. Já, það má til samsvegar fara. En bara rétt talað um það, er ekki hætta á að þetta stjórnarsamstarf liðist í sundur einmitt út af þessum orkumálum og þessum ágreiningi Vinstri grænir eru búin að kyngja málum. Það er alveg hætta á því. Það eru náttúrulega gríðarlega margir þættir í samstarfinu sem eru orðnir mjög þungir og ég held að það sé bara mjög mikið, sko, þessi viljastyrkur forystumanna stjórnarflokkana sem eru að halda þessu saman. Gos og stjórnarslit í næstu viku? Kannski. Og kannski ekki. Já, og ekki. Þú hljómar bara eins og jarðfræðingur. Já, ég er eins og jarðfræðingurinn. Ég ætla bara að vera eins og Magnús Tumi. Ég er Þorvaldur. Já. Þið takið ykkur þessi ágættu hlutverk. Gaman að fá ykkur bæði hér í settið, Ásthildur Sturludóttir og Dóri Díana. Við sjáumst eflaust síðar hér á þessum vettvangi en þangað til þá óska ég ykkur gleðilegra jóla. Takk fyrir. Hér eftir örfáar sekúndur verður komin í sætið til mín Guðlaugur Þór Þórðarson, meðal annars orkumálaráðherra, verðum að ræða orkuöflun og sitthvað fleira. Toyota BZ4X er nýr 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Freedom. Amma sagði mér alltaf að peningar væru afl þeirra hlutar sem gera skal. Það er sama úr hvað áttu kemur. Það finna allir fyrir þessar verðbólgu og háa vaxtastigi. Og það er hundleiðilegt að fylgjast með umræðarsendum. Eins og maður þurfa að vera einhver Nóbels hagfræðingur til að átta sig á samhenginu. En stærsta kjarabóti fyrir mig kemur með minni verðbólgu og lægri vöxtu með þetta. Við erum öll í sama liði. Við erum samtaka aukna hagsæld. Ég kom út gluggann inn í nóttina þar sem jólin bíða þín. Húsasmiðjan og Blómavall. Komið sæl og velkomin að skjánum aftur. Þetta var aldeilis hressandi spjall við Dóra Díana og Ásthildi Sturludóttur. Ég vænti þess að spjallið hér næstu mínúturnar verði ekki síður hressilegt og jafnvel rafmagnað, svo að maður orðið bara þannig. Hingað komið Guðlaugur Þór Þórðarson sem fer með orkumáli í ríkisstjórninni. Þau eru mjög í brennidepli þessa dagana og ekki að ástæðu lausu. Blessa Guðlaugur.
Sæll og blessaður. Þú tekur við þessu eiginlega nýja ráðuneyti þegar að stjórnin endurnýjaði umboð sitt í síðustu kosningum. Nú að teiknast upp mynd fyrir okkur orkuþurrð í landinu, ekki bara reyndar í raforkunni, heldur líka hvað varðar aðgang að vatni, heitu vatni og slíku. Þetta hlutir sem að koma einhvern veginn í bakið á okkur? Þetta að koma mönnum að óvörum? Ég búinn að vera að segja þetta núna í 2 ár og það svolítið skrítið að þú nú eini sem opnar þetta á því að nefna heita vatnið. Það hefur ekkert verið í umræðunni, en það held ég ár síðan að kom skýrsla sem ég bað að væri gerð fyrir mig af ISOR sem sýndi að 2/3 hitaveitnum á Íslandi að lenda í vandræðum vegna þess að við höfum ekki sinnt auðlind. Við höfum ekki gert það í 20 ár. Við höfum ekki verið að framleiða grænt rafmagn svo nokkru nemi í 15 ár. Þetta ætti ekki að koma neinum óvart. Eitt af því fyrsta sem ég gerði þegar ég kom inn í ráðuneytið og ég áttaði mig á því umræðan til dæmis loftslagsmálin voru hér á Íslandi allt öðru heldur en alls staðar annars staðar. Ég var í 5 ár utanríkisráðherra. Þar var verið að ræða loftslagsmál á flestum fundum. Og þar gengur þetta alltaf út af það að þú ætlar að taka út jarðefnaeldsneyti, í okkar tilfelli bensín og dísel, annars staðar kol og gas og setja græn orku í staðinn. En menn ætla að leysa þetta hérna með því að flokka rusl sem mjög mikilvægt en þú ert ekki að leysa vanda með því. Og þess vegna setti ég strax grænbókin á stað. Og það var smá umræði í kjölfar af því. Menn áttuðu sig að við þurftum að tvöfalda raforkuframleiðsluna. En síðan, og það væntanlega ástæðan fyrir því að við gerum það sem allir sögðu að vera ekki hægt, við klárum rammann. Við klárum líka væntanlega stærsta einföldunarverkefni sem hefur verið fært í lög á Íslandi. Þegar öll aflaukning þar sem þú stækkar virkjanir. Það var þannig að þú þurftir að fara gegnum rammann og allt það ferli. En núna ferðu bara í umhverfismat og núna þá orðið lögum 300 megavött í pípunum, 70 sem tilbúið núna árið 2025. En þetta var náttúrulega ekki nóg, síðan kom eins og nefndir raforkuspá Landsnets. En það fyrst núna sem að þetta fer í umræðina út af frumvarpinu sem hér í þinginu. Það bara gott. En staðan hefur verið í raun ljós að skoðar gögn frá til dæmis Landsneti frá skýrslunni 2019 og síðan skýrslunni 2022 sem að birtist núna í upphafi árs. Þá teiknuð upp mjög dökk mynd. Þeir segja strax, samkvæmt fyrirliggjandi raforkuspá, þá verður ekki nægilegt rafmagn og í nýjustu greiningunni frá upphafi þess árs, það segir einfaldlega að það gerist bara frá og með því ári sem að núna senn liðið. Og það sem að fólk að spurja sig að núna kannski ekki endilega út frá tímabilinu sem að þú hefur verið í þessu ráðuneyti, heldur bara þau stjórnvöld sem hafa verið við völd í landinu. Nú hefur þú átt sæti við ríkisstjórnarborðið. Ég segi ekki lengur en elstu menn muna, en þú er ekki svo gott. Þú er búin að vera lengi í stjórninni. Af hverju hefur þetta ekki verið á dagskrá? Þið hafið sofið á verðinum þegar það kemur að orkuöfluninni. Á hverju þú nefnir þessar skýrslur, á hverju voru engir umræðufundir fyrir kosningar græna orkuöflun? Þú veist, það margar ástæður fyrir því, örugglega. En hver ber ábyrgð, af því að nú hefur þessi málaflokkur verið á ykkar hendi 4 árin undan áður en að ráðuneytunum var breytt. Þá var núverandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins með orkumálin á sinni hendi. Er þetta þá ekki bara staðfesting á því að hún og þið sem að myndi þessa ríkisstjórn brugðust ekki við þegar að Landsnet fór að banka öxlina á okkur og segja það verður ekki næg orka hér eftir örfá ár? Já, þú getur rauninni farið miklu lengra aftur. Ég veit ekki hvað unni með því að auðvitað allir sína ábyrgð þessu. En það breytir engu að staðan eins og hún og loksins hún öllum ljós sem betur eru búin að gera mjög mikið á síðustu 2 árum. En þetta eru nokkrir þættir að því að menn segja að okkur ekki ríkisstjórnin ekki eitthvað. Og ríkisstjórnin faktist gera ekkert annað en að skapa umgjörðina sem betur við kláru ramman þannig að það má fara í nýtingu sem betur fyrir yfir konu núna með hugmyndir tillögur vindorkuna sem ef þau ná fram á ganga, þau koma strax fram í janúar, að það verður það sem að getur gengið hraðast fyrir sig. En hins vegar þannig að það eru fleiri leika og við erum einfalda leyfisveitingaferla. Ég var bara að kynna það núna í morgun í ríkisstjórninni að við erum að skoða það, við erum að skoða alla þætti, erum að sameina stofnanir til að einfalda ferla. En þá erum við að skoða sérstaklega vatnatilskipunina og þá möguleika sem eru núna í nýju Evróputilskipuninni það hvort að það sé ekki forsendur fyrir því vegna þess að þetta mjög slæmt ástand
að almannahagsmunir, þar sé að fá græn orku, að trompi það í það minnsta tímabundi með að við erum að vinna okkur úr þessu. En sko, ég er ekki að leita að sökudólg beint, ég er fyrir hönd bara almennings að fá skýringar á því hvernig menn gátu sofið á verðinum þegar að stofnanir á borð við Landsnet eru búnar að flagga vandanum. Annarkvort eru menn sofandi eða meðvitað láta undir höfuð leggjast að bregðast við. Já, það líka nokkri þættir í þessu líka. Jú, þú getur alveg tekið fleiri. Við getum alveg, til dæmis þannig að Reykjavíkurborg sem næstasta orkufyrirtæki, sem tökum bara eitt dæmi, sagði alltaf sem að hjálpaði nú ekki. Það næg orka til. Þú ert að vísa í Orkuveitu Reykjavíkur og þáverandi forstjóra? Já, ég meina þeir náttúrulega bera ábyrgð á því þeir sem stýra þar. Það er að segja, núverandi meirihluti. Það er mjög gott, núna er búið að snúast við. Núna þeir að sækjum rannsóknarleyfi, eftir að koma nýjar áherslur. Þeir eru komin 215 milljarða fjárfestingarátak sem er mjög gott, alveg bara til fyrirmyndar. Við erum búin að ná, því þetta eru nokkri þættir, þetta eru líka orkufyrirtæki, þetta eru líka sveitafélögin. Menn áttu þess ekki á því þegar ég var með Sævari Frey, forstjóra og Elliða í Elliðadal daginn, að hver var fréttin í því? Þeir voru að sameinast það að fara að vinna saman vegna þess að flesta þessum svæðum í Ölfusi. Og sveitafélögin hafa líka verið að stoppa þetta, meðal annars út af deilum með tekjuskiptingu ríkis og sveitafélag. Eitt af því sem ég lagði til að yrði farið í, og það nú næstu dögum skilar vinnuhópur eða verkefnishópur tillögur það hvernig það er hægt að skipta því jafnar eins og gert allstaðar annars staðar í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Þannig að sko, að því auðvitað er ég að fá alltaf þessar spurningusteinar, Stefán. Það er bara af hverju er þetta? Ég veit ekki hvað við eyða miklum tíma í þetta, af hverju það sem á undan gengið. Já, það skiptir máli vegna þess að þetta og myndir sem er að teiknast upp svo að þetta muni hafa veruleg áhrif á lífsgæði í landinu. Þetta mun valda milljarða tjóni miðað það sem orðið hefði ef að menn hefðu spýtt í lófan og komið þessu málum á rekspöl. Já, þá er þess vegna bara ekkert annað fyrir okkur að gera heldur en að vera mjög einbett í því að vinna mjög hratt, hvort sem það er þing eða fyrirtæki og þjóðin að styðja það. Ég nefnum bara annað dæmi, svo við bara höldum áfram að tala um fornar syndir. Sko, ég hef komið 3 skýrslur sem að fengu eiginlega enga athygli á þessu ári, sem snýr náttúruvá. Fyrr en að þessi hræðilegu atburðir gerðust í Grindavík. Þá hlustum við. Það var sömu niðurstaðan í því öllu. Það er annar þáttur sem við höfum ekki sinnt. Ekki nægilega vel, sem betur er komin fjárveiting í Veðurstofuna og við erum að fara að taka núna út svæði vegna þess að það var ekki fjármuni í það. En hverjum er það að kenna? Ég veit það ekki, en bara stundum er bara ekki neitt, það er engin stemming fyrir því að hlusta á hverju skilaboð. Þú komir ramma áætluninni í gegn, það er þetta fyrsta skref, en það er í raun og veru bara leikur á blaði, það er að segja ákveða hvaða virkjanir má ráðast í, hverja fara í bið og hvaða svæði verða friðuð. Ríkisstjórnin er samsett úr 3 flokkum. Einn þessara flokka hefur lagt mikla áherslu á það að stöðva í raun framkvæmdir, margar þar framkvæmdir sem að núna eru inn í nýtingarflokkinum eða flokknum í rammanum. Hafið þið stuðning innan ríkisstjórnarinnar til þess að keyra að fullu afli á þessa orkuframleiðslu sem að ramminn setur? Þú skoðar 9 ár aftur í tíman. Hvernig var ríkisstjórnar samþykktar og af hverju var það ekki klárað ramminn? Það er ekki bara það að við klárum í þessa ríkisstjórnar ramma, heldur er að núna það er búið að kynna, það er búið að fara í umsagnarferli nokkri kostir, fleiri kom í febrúar. En er stuðningur við það innan ríkisstjórnarinnar að ráðast í þessa framkvæmdir? Ég hef ekki fundið fyrir öðru, það bara verður að koma í ljós ef það er ekki, það er auðvitað mjög alvarlegt. Því það liggur alveg fyrir og ég meina aftur, ég nefni bara suma hluta því sem við erum að gera, en það liggur alveg fyrir skýrt að markmið er það að afla grænna orku og þessi ríkisstjórn er búin að gera miklu meira heldur en mjög margar ríkisstjórnir þar á undan og mér finnst áhugavert að hlusta til dæmis á Miðflokkinn gagnrýna stöðuna. Ég hef nú viljað að þeir eru gert eitthvað þegar þeir ákváðu það að við ættum að undirgangast Parísarsamninginn og best í heimi í loftslagsmálum. Hvað gerði í grænum orkumálum? Ekki neitt. Var ramminn samþykktur? Nei. Var ekki gert sem heiti getur í orkumálum? Nei. Var það á dagskrá? Nei.
annað en bara það skuldbind okkur til þess að standa okkur við loftslagsmálum. Þú nefndir vatnatilskipunina sem eiginlega valdurinn að því að Hvammsvirkjun hrökk út af borðinu og Orkustofnun náði ekki að koma sínum málum á hreint í tíma, það að valda áratöfum á þeirri mikilvægu stóru framkvæmd. Þessi umgjörð sem að við höfum búið orkuöflunina hjá okkur með þessu leyfisveitingaferlum, öllum þessum kærufrestum og annað, það mikil umræða inn í þinginu þann möguleika að taka þessa virkjanakosti sem að í nýtingaflokki, setja sérlög framkvæmdir og framkvæmdarhraða þannig að menn losni undan þeim ofboðslegu töfum sem eru í raun bara innbyggð í kerfið ef að menn vilja leggja stein í götu verkefnana. Ert þú með einhver slík frumvörp í smíðum til þess að það sé hægt að koma þessu verkefnum einfaldlega á rekspöl strax? Já, ég mun gera bara allt til að gera það. Það liggur alveg fyrir, en hins vegar þetta flóknar en þetta. Það náttúrulega, þú ert með leyfisveitingaferli sem allt of flókið og eitt af því sem við erum að gera og það hljómar mjög kjánalega því við letum utanaðkomandi aðila skoða þetta og taka þetta út. Við erum bara, eitt af verkefnum núna að setja á rafrænt form. Ég verði að viðurkenna, ég hef ekki hugmyndaflug í það að það gæti verið eitthvað svona sem væri ekki á rafrænu formi. Þeir kannski haldið að vera ekki nægilegt rafmagn til þess að hafa þetta? Hugsanlega. Nei, ég meina þetta bara, við höfum bara sofið algjörlega á verðinu, menn þetta miklu, ég að sameina stofnanir sem heyrir undir mig, ég get ekki annað, en þetta heyrir líka undir fleiri stofnanir. Og svo ertu með sveitafélögin líka, skipulagsvaldið þar. En viltu setja sérlög til þess að flýta tilteknum framkvæmdum til að koma okkur út úr bráðasta vandanum og ef þú ert eins og mér heyrist úr að segja, tilbúin í það, hefur þú stuðning Vinstri grænna í slíku verki? Stefán það sem ég vil gera, ég vil að við öflum grænna og orku eins hratt eins og mögulegt Það aðalatriðið og þá verður maður alltaf að leita leiða til þess að fara þá leið sem að skila mestum árangri. En þá þurfið að breyta lögunum með dramatískum hætti? Tillögurnar núna vindorkuna náttúrulega væntanlega eins dramatískt eins og getur orðið og það ekki eitthvað einstaka virkjanakostir. Nei, það ekki nóg að reisa virkjana, það þarf líka að tryggja flutningsneti sem eins og þegar verið að tala Blöndulund og annað fyrir norðan. Við höfum ekki einu sinni raflínur til þess að flytja framleiðsluna út af svæðinu og ef þú ætlar að fara að leggja stærri og meiri línur, Blöndulínu 1, 2 og 3 og hvað þar allar heita og suður í Hvalfjörð, þá þarftu að breyta lögum. Þessi mál munu óhjákvæmilega annars standa pikkföst eins og allar þessar risaframkvæmdir hafa gert á síðustu árum. Já, það standa þessu pikkföst út öðru, kannski ekki pikkföst, ég vona að það sé nú að leysast. Við höfum alveg náð árangri þar, gott að Suðurnesjalína komin á þann stað þar sem hún komin núna. Nú bara það búið að semja við stærstu landeigendur og það mjög lítið eftir í samningum með því. Og kannski þarf að grípa til róttæka að gera það, þá það gert. Nú sama það varðandi línuna fyrir norðan. Hvað eru róttækar aðgerðir? Það lagasetning? Til dæmis, en þú áttar því að tillögurnar með vindorkunni mjög róttæk aðgerð. Það að koma frumvarp sem að breyta mjög þessu fyrirkomlega sem til staða núna. Já, en vindorkan eitt, en við munum ekki leysa orkuöfluna vandan með vindorkunni einnig saman einfallega vegna þess að uppitími og annað mjög ólíkur því sem gerist eins og í vatnsaflinu. Nei, það ekkert eitt sem leysir þetta. Þess vegna búið að kynna til dæmis það lagt til núna samkvæmt verkefnastjórn og svo þingi sem ákveði það að það sem í Þjórsá, sem vatnsaflsvirkjanir og það fari í nýtingaflokk. Eins og nefndi við, það kemur annar skammtur í febrúar. Þannig að við þurfum miklu meira heldur en eitt. En aðalatriðið að þú setur með fyrirkomulag sem virkar. Ástæðan fyrir að menn hætti í sérlögunum var það vegna þess að það gekk ekkert rosalega vel. Og þú verður að breyta fyrirkomulaginu. Það sem ég bara segja við þig að við erum búin að vinna mjög þétt að þessu, við erum búin að ná mjög miklum árangri, það mjög mikið eftir. Ef til dæmis eins og varandi Hvammsvirkjun sem að vonandi kemst niðurstaða í núna frá Umhverfisstofnun bara á allra næstu dögum, að það var eitthvað sem enginn sá fyrir. Ég fengi engin viðvörunarbjöllur innan úr kerfinu og þetta getur hugsanlega gerst. Og það segir okkur það að þetta fyrirkomulag menn ekki mjög þjálfaðir í því og kannski eitthvað þarna sem þess eðlis að við þurfum að grípa til róttækari aðgerða. Ég meina, það vantar ekkert frumvörpið. Þú nefndir flutningskerfi. Ég að koma núna inn með þingsályktunartillögu flutningskerfi í fyrsta skipti í mjög langan tíma, líka raforkumarkaðinn. Við erum sömuleiðis að breyta fyrirkomulagi því að þú getur selt inn á kerfið. Þú getur og setur birtuorku eða sólarorku á húsið eða hvað þú og framleiðir meira heldur en þú getur notað, þú getur selt það inn á kerfið. Þegar lítið skiptir líka máli,
En eins og vindorkumálunum sem að þú leggur höfuð áherslu á núna eða mikla áherslu, þar eru fyrirætlanir upp það að sveitarfélögin hafi mikið það að segja hvernig þessu verði háttað og í raun fáðu eins konar neitunarvald. Fer þetta ekki allt í sömu klessu eins og í varðandi leyfisveitingar í öðrum virkjanaframkvæmdum eða varðandi línulagningu að sveitarfélögin munu mörg hver halda þessum hlutum í gíslingu af ólíkum ástæðum? Já, þeir gera það nú þegar, sko. Já, en málið leysist þá ekki með því að halda ástandun óbreytt? Nei, sko, ef að verða flöskuhálsar, gefum okkur að það myndi bara ekkert sveitarfélag gera neitt. Nú þá þurfum við að taka því. En það væri náttúrulega mjög óskynsamlegt og ég svo sem Óskynsamlegt að taka á því eða óskynsamlegt að sveitarfélögunum? Nei, óskynsamlegt að sveitarfélögunum, það þetta fullt af stöðum sem að maður myndi nú ætla að geta orðið góð sátt að hafa vindorkugarða. Og ég bara að segja að það ekki, við nefndum aðeins hitaveituna, það vantar hitaveitu. Við erum að fara í fyrsta jarðhita leitar átakið í einhver 20 ár. Við höfum bara verið að niðurgreiða sem svara 2 milljörðum á ári í að jafna húshitunarkostnað, mjög gott að gera það. En við höfum ekki notað neitt af þessum fjármunum til þess að leita að heitu vatni, til þess að losa rafmagni og minnka kostnað. Eins og svona verið Vestfjörðum þar sem eru augljós tækifæri? Það líka, og við erum byrjaðir að finna heitt vatn. Það við eftir við fórum í þetta jarðhita leitar átak. Þannig að það þarf að taka svo mörgum þáttum, nefnilega flutningskerfi, það þarf að taka því, já, og það alveg skýr skilaboð til Landsnets eitthvað sem við getum gert til þess að einfalda ferla eða koma fram með lagafrump eitthvað slíkt, þá gerum við það. Sömulegis varandi að því að ef þú talar við, þetta eru nokkru þættir, þetta eru sko þingið þegar kemur að því að veita leyfi til þess að fara við komandi þátt, síðan þetta leyfisveitingaferlið sem að við verðum að einfalda, þetta eru líka sveitafélögin og aftur það var mjög gott og miklu stærri frétteldur menn átti sig á því að Ölfus og Orkuveitan sé að vinna saman vegna þess að við erum aldrei að leysa þennan vanda nema það sem í nýtingaflokki þar að það fara á stað. Og það hversu hratt getum við sett þetta stað? Hvenær munum við sjá nýtt rafmagn dælast inn á kerfi þannig að munum það og þannig að það þurfi ekki að koma til gríðarlegra skerðinga yfir vetratíman eins og stefnir í núna 3. veturinn í röð? Vonandi sem fyrst við þarna. Hvað þýðir það? Það bara misjafnt eftir hverju. Er þetta 3 ár? 4 ár? Ég vona nú ekki, sko, það sem tekur skemmstan tíma að koma á vindorkan. Auðvitað náttúrulega Hvammsvirkjun og Búrfellslundur komið lengst. En það tekur samt sem að 3-4 ár að reisa Hvammsvirkjun frá tímapunktunum í dag, ef þú myndir gefa góð á það? Já, svo sem ég geti gefið góða það, þá myndi ég náttúrulega auðvitað bara gera það, skilu. Þetta snýst ekki það, þetta ákveðið regluverk sem við erum búin að búa til. En það sem ástæðan fyrir þessuna, ég með allt úti, út af nákvæmlega þessum ástæðum. Það sem tók alltaf skemmstan tíma að koma upp vindorkan. Vandinn sem við eiga við hins vegar þar ekki bara ef við náum að einfalda og hafa skilvirkara leyfisveitingaferli sem samt sem áður að taka tillit til þeirra hagsmuna sem við viljum líta til eins og fuglalífs og annað slíkt sko, að þá virðiskeiðan aðeins að þvælast fyrir okkur út á Úkraínustríðinu. Þannig að það eru ýmsar ógnanir í þessu, en ef við lítum til Landsvirkjunar þá maður að horfa á Búrfellslundin, Hvammsvirkjun og stækkun á Þeistareykjum. Ég vona að það sömuleiðis að verði farið í fleiri því að þeir eru með mun fleiri kosti og síðan vonast ég til þess að við klárum líka fleiri kosti í vor. En síðan það undir hverjum framkvæmdaaðila komið þegar þetta allt saman komið hvað þessi hluti taka langan tíma. En við erum bara að takast á, það bara komið á skuldatögum. Er þetta neyðarástand? Ég veit ekki hvort það var lýst á þannig, sko. Þeir eru að setja neyðarlög í þinginu. Kaldi raunveruleikinn þessi, svo ég bara alveg einlega, og ég samt mjög glaður glaður, þetta ekki glaður. Sko, vonandi mun ekki koma til þessa, og þetta skammtímamál. 2003, og það dæmið það að við höfum ekki verið að ræða þetta, þá var tekið úr lögum Landsvirkjun að þeir þetta sjá litlum heimilum og litlum fyrirtækjum fyrir raforku. Og við hefðum átt að taka á því strax. Það alveg hægt og ekki alveg gert ráð fyrir því að þú setir vörn það og við viljum ekki sjá sveiflur í raforkuverði til heimila og lítilla fyrirtækja þó stærri fyrirtækin þurfa að keppa það. En ef að hef ekki, sko, og þegar ég tala við Landsvirkjun, að því við erum búin að vera að vinna þessu frá því ég kom inn, að þetta flókimál, að þarna, hvenær þarna hvað ég langan tíma með lagasetninguna, þú hefur allan veturinn. Það bara stendur svo vel í lónunum. Svo kom bara júlí, ágúst, september sem var hlýjustu mánuðir í sögu þjóðarinnar, allavega frá því mælingar hófust.
og þá bara verðum við að hafa vaði fyrir neðan okkur og það það sem við erum að gera núna með þessum hraði, en þetta tímabundið. En þetta eru 3 til 4 ára allavega, miðað við þetta hversu langa tíma tekur að koma upp þessum virkjunum. Þannig að þetta þá tímabundið í 3-4 ára lágmarki. Já, það liggur alveg fyrir, þess vegna liggur okkur á að þetta allt saman mjög tæft og aðalatri þetta jafnvel þó að við höldum sjó að þá eru náttúrulega mikil tækifæri sem tengjast orkuskiptunum og líka bara atvinnustarfsemi sem við viljum hafa hérna, sem við missum af því við erum ekki með græn orku. En það rosalega stór munur á því þegar menn sjá það að þetta hlutur að gerast, geta gert ráð fyrir því að þeir dett inn. Því að það tekur líka tíma hvort sem að það eru orkuskipti að því að það sem snýr að rafbílavæðingunni tiltölulega einfalt bæði stóra og litla bíla en þegar við fara í svo næsta skref þegar kemur af skipunum og flugvélunum og öðru slíku það skiptir máli að við séum með einhverja framtíðarsýn í því. En við þurfum líka að hafa orku bara fyrir uppbyggingu innar. Þetta snýst ekki bara orkuskiptin, þetta líka bara okkur fjölga 100.000 manns á tiltölulega skömmu tíma og það þarf að skapa atvinnu fyrir fólk og það ekki gert án raforku. Það það sem ég að segja. En ég að segja að það munur á því og þegar ef þú ætlar að fara í slíka atvinnuuppbyggingu eða sama hver hún að þú vitir af því að innan ákveðins tíma komi megavöttin inn. Það aðalega það skiptir máli. Frumvarpið sem núna snýr að skömmtunar heimildum. Fyrsti hluti frumvarpsins gekk út frá því að orkumálastjóri myndi gera það. Nú búið að gera breytingar í þinglegri meðferðum það að ráðherrann hafi þetta vald. Ég hef heimildi fyrir því að þetta frumvarp sem að sæti mikilli gagnrýni meðal annars frá öðrum orkufyrirtækjum heldur en Landsvirkjun að það sé samið inn í Landsvirkjun. Starfsmenn Landsvirkjunar hafa beinlínis talað fjálglega þetta út í Dúbæ og víðar þannig að margir hafi heyrt til. Endanum það alltaf ráðuneyti sem að semur frumvarp. Þeir fá ábendingar auðvitað frá mörgum aðilum. En kemur frumvarpið og drögin að því eins og það kom til þingsins frá Landsvirkjun? Nei, það kom auðvitað frá ráðuneytinu. En það liggur alveg fyrir að og við sjáum alveg hvað pólar hins vegar takast á. Það liggur alveg fyrir. Þú ekki áhyggjur af þessum samkeppnissjónarmiðum sem að menn ræðum varðandi þessa yfirgnæfandi stöðu Landsvirkjunar sem að framleiðir 75 eða 78% allri raforku í landinu og síðan með þessu frumvarpi þá, ef það verður á lögum sem allt stefnir í, að þetta veiki enn frekar stöðu minni fyrirtækjanna í samkeppni við Landsvirkjun. Þetta alveg sjónarmið sem við þurfum að líta til og það það sem þingnefndin að gera og það þarna, en þú ekki með sko þetta snýst það, fyrsta lagi þetta skammtíma, í öðru lagi þetta snýst það að taka minnst vestakostin. En vonandi kemur ekki til þessa, en menn auðvitað fari þetta til þess að orkufyrirtæki sama hverju eru, að þau líka haldi að sér þegar kemur að því að fara í nýjar skuldbindingar og selja meira. Frumvarpið átt að gilda til 2 ára ef ég man rétt, þar að segja að þessi löggjöf átt að vera tímabundin, nú búið að stytta þetta í 1 ár að því að sagt af ótta við ESA eftirlitsstofnanir sem að hafa með þennan frjálsa markað með raforkuna að gera. Hvaða gildi hefur það að setja lögin til 1 árs þegar við vitum að það mun taka 3 til 4 ára að bæta stöðuna? Þið munu þurfa að endurvekja þessa löggjöf. Þetta tvenns konar sko. Annars það þannig og það bara sáttum það meðal allra aðila, ég hef ekki heyrt neinn mótmæla því, að menn vilja setja fyrirkomulag þannig að heimilin og lítil fyrirtæki sem mjög lítill hluti, og verður náttúrulega ennþá hlutfallslega minni, að þeir séu bara tryggð. Sama hvað gerist á markaðnum, því að það getur ýmislegt skeð á markaðnum, að þú bara að setja þau í svona vörn. Og það bara markmið út af fyrir sig. Þannig að aftur, þetta skammtímamál. Það menn ætla að koma sér með og við ætlum að koma með fyrirkoma sér langstíma. Þannig alveg saman hvað gerist og við erum með ofgnótta raforku eða það komi eitthvað hér upp sem gerir það að verkum að það er mikil samkeppni á markaðnum nú eða bara segjum að verði bara mjög alvarlegt ástand í lónunum eða einhver náttúruhamfari eitthvað slíkt að þá séum við alltaf með þessa aðila tryggða. Það bara sjálfstætt markmið og það það sem búið að vinnað. Hefðu viljað hafa lengri tíma þannig að við getum komið það fullbúð? Já, við viljað það. En svo koma þessar aðstæður uppi að menn segja, heyrðu, við skulum ekki taka neina áhættu, við skulum hafa eitthvað til staðar
ef að eitthvað gerist í vetur. En nú hafið þið, og veistu jafnvel og ég að Landsvirkjun og aðra að gera samninga skerðanleika raforku hjá stórkaupendum og það hefur verið gripið til þess til dæmis gagnvart álverinu Straumsvík. Mínar heimildir herma að allavega einn stór samningur Landsvirkjunar við risanotanda feli í sér endurkauparétt á olíu, á rafmagni frá þessum sama aðila. Hefur ráðuneytið lagt mat á það hvort að þessar skerðingar og þessi endurkauparéttur þessar langstærsta raforkufyrirtækis landsins dugi áður en menn ráðast í drastíska ákvörðun eins og að veita þessa miklu heimild nú til ráðherrans en áður orkumálastjóra samkvæmt frumvarpinu til þess að ráðstafa orkuna á einn veg en ekki annað. Já, sko, skerðingarnar er löngu byrjaðar, sko. Það er endurkauparéttur sem ég er að vísa í til... Já, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvort að fara þar, en það séu skerðingar, það er ekkert nýtt. Það er inn í mjög mörgum samningum hjá sumum orku. Loðnubræðslunni og víðar. Já, svo er það allt annað mál, sko. Þar kaupaði bara orku sem er mjög ódýr, en þeir vita að þeir eru fyrstir sem að detta út ef það gerist, en síðan ertu með stóriðina sem eru mörg með þannig samninga að það er skert hjá þeim og sömuleiðis með fleiri aðila. Þannig að það er eitt og sér ekkert nýtt og það er ekkert nýtt, menn eru alveg byrjar á skerðingunum. Það sem að menn eru bara að líta til vegna þess að út af því hvað gerðist bara í sumar varðandi vatnsstöðuna, að menn vilja hafa vaði fyrir neðan sig þegar kemur á heimilunum og litlu fyrirtækjum. Hefur Landsvirkjun upplýst ráðuneytið þennan endurkauparétt? Sem skiptir máli? Ég bara veit ekki alveg hvert út að fara núna. Ég átta mig ekki þarna, það er svo margt í þessu, en aðalatriði málsins er þetta, að prinsipin í þessu, mér vitanlega allir sammála þau, en nákvæmlega eins og þeir sem eru að horfa á okkur núna finnst þetta örugglega orðið svolítið flókið hjá okkur, vegna þess að þetta er svolítið flókið, en við erum ekki alveg farin onni í dýptina í þessu, sko. Það er ástæðan fyrir því, þetta er flókin markaður, hann er mjög mikla reglur í honum af ástæðu, vegna þetta er svona grunnun af öllu hjá okkur, og þannig að þegar þú ætlar að búa til fyrirkomulag, og það verður gert, ég mun komið frumvarp, þannig að fyrirkomið til langstíma. Þannig að það verði tryggt, það er sama hvað gerist og ég hefði viljað að þetta verið tilbúið, þannig ég þurfti ekki að eiga við þetta, þá hefði ekki þurfti að koma með sérstakt frumvarp, þá væri bara með fyrirkomulag sem vonandi þá þokkalega sátt væri sem að þýddi það að þó svo að það myndi eitthvað gerast á markanum að heimilin og fyrirtækin að þau væri tryggð. Það er annað mál sem að maður tekur eftir þegar maður fer í gegnum umsagnar við frumvarpið. Það er mjög hörð gagnrýni á orkumálastjóra. Það er stofnunum og fyrirtækjum leggst þungt orð til embættisins og þess sem að því gegnir telja hana vanhæfa til þess að sinna þessu verkefni sem að frumvarpið lagði upp með. Það liggur beinast við að spyrja, nýtur orkumálastjóri trausts hjá ráðherra? Það er auðvitað bara þannig að maður treystir öllum sínum embættismönnum. Það er bara svoleiðis, en þessar umsagnir náttúrulega komið fram og er í umræðinni og hafa þær ekki áhrif á traustið til embættismannsins? Ég svo sem ætla ekki að tala svona einstakar Þetta er eitt til þess. Já, nei, það er hérna, sko, aðalatrið er bara þetta auðvitað að skipti það máli að það sé traust og trúveruleiki í stjórnsýslunni, það er auðvitað mjög mikilvægt. En við höfum líka heimildi fyrir því til þess úr þessari frægu ferð til Argentínu þar sem að orkumálastjóri gerir að þeir virðist bara milliríkjasamning milli orkustofnana í Suður-Ameríku og hér heima. Við höfum heimildi fyrir því að þið hafið ekki verið upplýst þessa samningagerð áður en til hennar kom. Já, ég ætla ekki að fara í svona einstaka þætti í hvað svona varðar. Það er þarna, en ef við erum ósáttu eitthvað þá komum við því áleiðis til viðkomandi embættismanns og stofnunar. Kannski bara rétt í lokin því að tíminn hleypur frá okkur eins og í öllum öðrum málum. Hefurðu trú á því að það sé í þessu ríkisstjórnarsamstarfi hægt að koma skikki á þessi mál þannig að það leiði ekki 20 milljarða tjón yfir þjóðina eins og flest bendir til að geti gerst ef að ekki verði ráðist í umfangsmikla orkuöflun hér á allra næstu misserum? Það liggur alveg fyrir, það er engin valkostur annað en að fara í mikla græna orkuuppbyggingu. Það er bara, og þeir stjórnmálamenn sem ætla ekki að stíða það, ég veit ekki hvernig þeir ætla að útskýra það. Gæti ríkisstjórnin sprungið út af þessu máli eins og tónninn er á milli manna? Myndu þau láta steita á þessu? Í mínum huga er þetta alveg skýrt að það er ekkit val og ég er búin að segja þetta frá því ég tók við og við verðum að afla grænni orku. Það er ekkert annað í boði.
og ég hef bara verið pínu hissa aftur, ég hef bara svona spurning hvort að því að googlaði nafnið mitt og þá koma þessa fyrirsagn upp held ég einhver einasta viðtali hérna í mjög langan tíma og ég er bara svona spurning hvort að það sé alltaf slökkt á mikrofónum því ég tali í hann, sko. Ég er ekki bara búin að googla þetta, ég er bæði búin að hlusta viðtölin og lesa þetta, þannig að ég þekki þetta. Já, en ég meina, sko, bursi frá, sko, ég veit að þú ert fréttabári og gaman að fá fyrirsagn og annað slíkt og þetta spyrir ríkisstjórnarsamstarfi og bara við skulum bara vona það að það veri farsælt og við vinnum áfram að góðum málum, en bara bursi frá okkur ríkisstjórnarsamstarfi að þeir íslenski stjórnmálamenn, ef þeir áttar sig ekki á mikilvægi þessa, þá þeir ekki á góðum stað. Og þá þjóðin ekki góðum stað. En það virðist vera mikil stuðningur við þetta inn í þingin. Samfylkingin hefur allavega hluta til lýst yfir stuðningi þetta miðflokkurinn Viðreisn. Er eitthvað vanbúnað að keyra þessi mál bara í gegn óháð því hvað flokkur forsætisráðherra segir málið? Heyrðu, nú þetta bara þannig. Ég ætla að draga þennan stuðning, sko. Nú ætla ég að draga þennan stuðning, sko. Ég hef nú bara verið hérna á fyrirspurnatíma eins og propp, sko. Það er enginn að tala við mig, það er enginn í sérstökum umræðum, ekki nokkuð skapaða hlutur. Svo koma allir og segja bara, heyrðu, ég er bara rosa ágjur þessu, bara frábært. Og við bara styðjum Græn orku. Ég er bara frábært, gaman að því. Býtu, hverjir eru þetta? Þetta eru flokkarnir sem meðal annars er að stýra Reykjavíkurborg og það er fyrst núna sem er frábært að Orkuveitan er að vakna. Værum við betri málum eða hún hefur bara ekkert gert eitthvað mjög mikið, heldur bara haldið svona einhverju sjó? Já, við værum í allt öðrum málum. Allt öðrum málum. Við erum að tala hér miðflokkinn, eigum að ræða það eitthvað? Eigum að fara yfir þegar að Sigmundur Davíð var forsætisráðherra? Við þurfum að fá hann í setti til að ræða það, en ég er ekki frá því að okkur hafi tekist að bara stofna til þjóðstjórnar hér í beinni útsendingu. ég held að það sé bara dettin. Þakka kærlega fyrir komuna Guðlaugur Þórðarson og óskaði gleðilegra jóla. Já, gleðileg jól. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. Þetta er búin að vera hressandi klukkutími í meira lagi, en við verðum hér á sama tíma að vikuliðinni og hlökkum til að sjá okkur það. Verið sæl.